Wow. Já, þetta rosalega dólmaður Shit, I'm a big boy. Já, Ég stóri stróki náðu já, þessu. fleiri en 3 atkvæði á orð maður Geggjað hjá þér Atkvæði? Ég var ekki að kjósa. Nei, ég er að tjekka. Ég bara þarf ég að fara að útskýra atkvæði fyrir þig Sjá svipin á þér. Þú dóstaði innan. Wow, þú dóstaði Ég var alveg innan. tilbúin bara Birgir 2 atkvæði Klappa Ég er ekki að kjósa. Góðan og gullfallega daginn. Góðan dag Herri, við erum 2. Við erum bara 2 Ég ætla að byrja þáttinn svona, veist Double Hey, ekki ítali en Okay. svona útvarsmaður It's racist That's racist Hvernig eru útvarsmennin alltaf hérna? Það fyrir þetta ég á hvað stöðast að hlusta sko Útvarpssaga er bara Hvernig er útvarssaga? Helvítis útlendingar Nei, ég veit ekki, ég hlust ekki útvarpssögu Ég veit ekki hvað það er Nei, þetta var samt on point Já, það ekki Hvernig er þá hérna 977? Það er svona þunglitislegt hérna, það var hérna 977 Já, Já, nei, Vexið? þeir eru Já þeir eru allan ekki glaðir, sko Nei, það er reyndar uppáhalds Það fucking gerir mig gamlan maður Uppáhalds útvarpsmaðurinn minn á X-inu Ómar Úlfur Já. Hann er bara í bítinu og bylginu núna sko Nei, Jú, í alvöru? já Oh my god, við Þetta, Old. já, nákvæmlega Þegar hann byrstist þar, hann er svona Þú veist, svona með eða svona þáttastjórnandi eða ekki aðalgæin skilur hann Nei, svona nei, pínu með- behind the scenes en þú veist, kemur oft inn í samt sko Já, Það er bara, wow, hvað er hann gamall veist eins og gullbylgjan Já, það er alveg jólastöðin í dag núna, ekki? Ég veit ekki Já. en veist, gullbylgjan er það, ég hlusta mjög mikið á það síðan er lög hérna late 90s og ég hefði oh no, Já, we're there akkurat, bara Linkin Park og eitthvað, það er alveg bara svona golden oldies eitthvað þegar við verðum komin á ellihefili þá erum við komin á þá er alveg fuck you, I won't do what you tell me Já, techno-tónlist og Já, eitthvað við erum öll komin í svona, veist, hefur ekki séð þegar gamla fólk gerir svona ring Já, og reyna að hreyfa sig fyrir tónlist einhver með harmonikku í miðjunni Já, veist, allir alveg þá var þetta, allir með hausinn fuck you, I won't do what you tell me Nákvæmlega Sandstorm Já. allir að dilla sér Einmitt. Já, það er afi Og í ekstasi frá hverjum alveg Já, ég kom myndi veist, Alzheimer, ég er komin aftur Akkurat og síðan, veist, ég mitt bylgjan líka ég heyrði reyndar ógæðsla fyndið Já, hann var á bylginu bara, veist, fyrir einhverjum vikum já, hann var verið að tala veist, eiga kirkjurnar að kenna kynfræðslu já, já Eftir það fucking skandal Já, ég leið prestar not a good look sko. já, nákvæmlega ég veist með katholiska Já, prestana Akkurat. þá á þetta ekki heima þarna. þeir eru mjög hands on í kynfræðslu sko. Ég var að mynda að hugsa og þeir hérna bylginni þeir voru eitthvað gömul kona 80 og eitthvað gömul kona hún hringdi og hún var svo rosalega forvitin kynlíf og var að spyrjast allt kynlífið og þeir alveg já ok og síðan hún eitthvað já herrðu síðan var ég að spyrja vinkonu mína vorum eitthvað að tala kynlífi strákarnir alveg já og þá kom vinkonunnar eitthvað nei hún segir ég komið svo mikla hrukkur munnin þá kemur vinkonur einhver veist
90 ára gömul kona Ok. Þú veist okkur það Hún alveg, nei Þú ert búin að vera að sjúga svo mjóti Veist það, kemur rukkurnar Ég var bara, oh my god Og strákarnir náttúrulega, jæja, herðu við skulum Þetta var bara fólki á leiðinni heim úr vinnunni að hlusta á þetta Eitthvað gæmil kona tala að sjúga mjóa tillinga Oh my god Oh my god Það var hilarious Þetta mjög fyndið Það var svo fyndið Ég grét úr hlátri Leiðinni heim ég alveg bara Vá, greið, búin að sækja krakkana Þú veist, fólki í umferðinu Bara einhver amma seg Ég veit að gæti verið amma þín skilur ég bara, og þú bara, það, what? Já, kannski ekki amma mín en... Nei, þú veist, bara eitthvað sem er úti heyra sinni að segja þetta í útvarpinu sko Jésús Þetta en allar veist, hvernig hefur það? Vá, við byrjuðum á sko 5. gír Vá ég veit ekki svona hvernig þið byrjuðum þetta sko Við erum bara 2 Já, við erum bara 2 Þetta var bara boom Gefið mér Já, herðu, ég er bara góður Við náttúrulega, þegar við erum að taka þetta upp og já, kæru hlustundur, við erum ekki í beinni við erum að hlusta þá snjórinn féll í gær Hæ? Túborg, jólabjórinn Já, ég held að það var kókaðinu Já, nei Ekki einu svona alvöru snjó dattir í hug Þú varst bara strax í kókain Textin eru að taka upp Já, í 5. gír Í 5. gír Hún skýrir Akkurat Ræsleika Tjúvill væri það hellaf Takk upp þátt á kókaini Já Shit Verður eitthvað bara, skulum prófa þetta Svona 5 klukkutíma þáttir Já Endur taka allt Nákvæmlega bara, we should buy a boat og bara stofna fyrirtæki og eitthvað Búin að panta flugferðir Já, nákvæmlega Shit Við hefum svo mikið pinning Já, akkurat Nei, þetta hvað, November er Mental Health Month fyrir kallmenni, það ekki? Er það ekki? Var það ekki í október? Ná, það var Halloween í október Það er hægt að gera meira í mánuðunum, sko What? Það er ekki pláss fyrir neitt annað Var það október, já? Ég held það Oh, man Mistur það Ég misti það Þegar ég fór að pælum daginn að ég veit ekki hvort að það sé bara tis the season eða eitthvað Ég var að byrja að vera neikvæður, ég er svona, hvort þetta er aldurinn eða eitthvað, maður er eitthvað ég var bara og einn í vinnuna, hann var bara hvað er jákvæðnin? Kemur þetta inn og ég ekki alveg I've lost myself Já Svo það verður dásanlegu desember Ok, neikvæður november Já I have to let it out Já Það verður neikvæður november Algjörlega Áður en ég ætla að fara í jákvætt ár Já Á næsta ári Jákvæðan í janúar og allt þetta og það er bara svona já, byrjar heldur þetta sé aldurinn þegar við verðum morgun 50 ára verðum við þá að lifa Sko, ég held að þetta sé aldurinn og aðgengi að upplýsingum, fréttum og svoleiðis. Ég held það líka. Það er bara, maður er bombardaður með bara, það er allt ömulegt, það er allt að brenna. Já. Þú veist, bara einhvern veginn og það gerir mig allavega, þú veist, ég er svona... Maður verður þunglindur að þessu? Ekkert lítið, sko. Ég er alveg svona pínu fréttafíkil, sko. Ég ætla að hætta þessu líka næsta ári. Ég þarf að takmarka rosalega bara hvað ég er að lesa og horfa á, sko. Það, maður er eitthvað bara... mér finnst allir vera að rífast í heiminum eitthvað sem skiptir ekki máli. Maður er eitthvað bara... Vá, bara hvað í anskotur er að gerast í þessum heimi maður? Nákvæmlega, og svo bara fara að velta fyrir sér bara, er þetta nýtt, þú veist, eða er bara upplýsingarflæðið betra? Eða bara bæði, skilur, þú veist Þannig að alltaf verið eitthvað stríð, alltaf eitthvað átök eitthvað staðar í heiminum. Já, en þetta trend að ég tengi þetta við Me Too moment leið og Me Too moment þá voru þetta var svo mikið tísku sem kemur næsta og næsta veist, frelsum Palestínu fyrst var náttúrulega
Úkraína, frelsum Úkraínu síðan Palestínu, fuck Úkraínu og síðan það fullt af öðrum stríðum í gangi sem bara genocide það er enginn að tala það Nei, mér finnst að vera aðeins að byrja eitthvað starf í Afríku núna eftir að Palestínumálið er svolítið svona gleymt og hérna ekki Nígería getur verið þar sem við búið að slátra fleiri 100.000 kristnimanna akkurat það verið að slátra þeim ég held að það séu 100.000 og nú ætla Donald Trump að fara ángað til þess að kála öllum múslimunum og bara allt í fokki þannig að Úkraína og Palestína er svolítið svona núna bara einhvern veginn bara blaðsíðu 8 í blöðunum sko og enginn að pæli nei, það er allir eru bara hvar eru fánarnir akkurat mér finnst þetta svo og síðan eru hérna allir að rífast hægri og vinstri og það var í útvarpinu þegar einhver var alveg bara það er svo mikið af hérna ungu strákur sem er komin yfir í miðflokkin hægri megin og þeir skildi ekkert hverju þetta er bara eitthvað og þeir eru búin að auglýsa svo mikið og ég eitthvað bara að hugsa með mér og eitthvað nei, og þetta vinstra megin hvítir kallmenn eru óvinninir bara hvert eigum við að fara eigum við að vera bara eitthvað ég veit það er bara að vera að íta fólk í þessa átt sko. Og ungi krakkar og ungi strákar eru aldnir upp í það eða því að þeir eru vondafólki með ekki segja neitt, með ekki gera neitt þeir eru bara ömulegir og auðvitað fara þeir þá bara þangað sem að þeir fá eitthvað bara nei, þú ert ekki óvinurinn sko. þú ert bara manneskja þú átt hinn réttindi líka og verður velkominn menn það bara, þú mátt ekki segja neitt privilege, white men nákvæmlega, þú útskúfar heilum þjóðfélagshóp skilur að þá náttúrulega safnast hann saman einhvers staðar og bara þetta bara gefið dæmi sko þetta er en ef þú leitar af einhverju þá finnur þú fjarsjáð það sem þú fer þetta var svo fucking erfitt maður ég var búin að gleyma hvað við ætlum að fara að tala það mætti halda að við værum á kokaini ég var alveg hvernig ger ég þetta var ömurleg transformation sem að transformation það er breyting transition gay there is no transition, there is only man or woman decision what? Trans, þú veist ég veit það moving on finna fjarsjáð, hefur einhvern tímann fundið fjarsjáð? Down in my pants nákvæmlega sko cha-ching sjálfsögðu heyrðu nei, en hérna ég fór samt í það er ekki fjársjóður en bara svona fyndið ég fór í jakka daginn sem ég hafði ekki farið í nokkur ár og það var COVID-gríma í honum og það var eitthvað bara ég fór í vasan og það bara what? Gríma og mér fannst það bara ógeðslega fyndið að maður svona throwback en nei, ég hef ekki fyndið fjársjóð ég fór í úlpu hvað tíman vetrarúlpunum mína og það er ekki búin að vera inn í ár ég hef ekki bara ég held að það var bréf 10 skall ég bara nice gamla dag var 500 krónur og það var the shit jackpot sko sem var ég bara hvernig get ég gleymt 10 skall geðu Garðabæ you made it in life sko þetta er bara hérna út allt akkurat ég man allan að þegar ég var yngri við vorum að labba á Laugaveginum og ég var með hérna vinum mínum og ég sé 500 krónur og ég er yes hoppa á hann maður kaupa með G.I. Joe geðveikur dagur ég man ennþá bara ég lék mér allan daginn með hann maður bara það var draumur ég man eftir þessu en ég mun gleyma þessum 10 skalli aftur bóttið ég reyndar hérna fann einu sinni fjársjóð þegar hérna áður en að hafa klárað að byggja allt hverfið þarna sem að þú býrði í sem sagt í hæðina að þá var lækja spræna hérna fyrir neðan sem skilur að hverfin ég átti heima þar og
einhvern tíma það var ég að leika mér eitthvað, ég var kannski 12 ára eða eitthvað, það var eitthvað að leika mér hérna í læknum og það var sem sagt svona, hvað segir maður, eiginlega, já, svona gatan sem fór yfir lækin, svona brú eða þannig og bara svona, já, rör sem að leiði læknum í gegn og ég var eitthvað að príla þar í gegn og eitthvað svoleiðis, fann ég stas af klámblöðum. Já, það var geðveikt, það var einhver falið sem sagt, einhver nokkur klámblöð þarna undir. Why, okkur þarna? I have no idea. Ástu mín, ég ætla aðeins út. Já. Það er í pókanum, það skiptir ekki máli. Nei. Ég verð að finna einhvern stað. Já, nákvæmlega. Þú veist, mér dætti í huga að vera einhver unglingur eða eitthvað sem að hefðu komist yfir þetta og ekki alltaf að láta að finna þetta heima hjá sér eða eitthvað. En það var eitthvað... Allt fast saman. Já. Fuck. Klístra. Gæðu ekki, bara greinarnar eru ekki klístraðar. Já, akkurat og auglýsingarnar og eitthvað. Þú alveg, ég lef klámbla. Já, nákvæmlega. En ég get pantað kartón og sígarettu frá Chicago. Já, ég fann einhvern tíma nammi í svona sendiferðabíl og maður sem var að gefa mér. Já, það ekki. Jú, ekki góður maður. Jú. Síðan fekk ég mér nammi, ég maður ekki meira sko. Nei, akkurat. Svo það eru bara 3 dögum setna á túnni. Jóka, maður má ekki grínast. Það má grínast með allt. Ég veit að við erum bara Ekkert skipti máli. Nei, nákvæmlega. Við erum bara hafa gaman. Nákvæmlega. Móðgast, þá bara er það þér að kenna. Já. Herði, það voru hjón 2018 í Frakklandi og þau fundu yfir 600 gullpeninga frá 19. öld. Byrju hvar? Þau voru að laga húsið sitt. Eru þið í Bandaríkjunum eða? Nei, Frakklandi. Fraklandi, já. Og þau voru að svona renovating. Renovating? Renovating. Já, renovating. Já, akkurat. Mér er hleypt út úr húsið stundum sko. Herri, þá rifuðu niður vegg og fundu, þetta var eldgamalt hús. Já. Og fundu þessa 600 gullpeninga, ekta gull. Damn. Og á hverjum gullpeningi var Napoleon á gullpeninguna. Já. Þetta frá þeim tíma sem sagt. Já. Svo að þetta voru yfir 1 milljón evra andvirði. Jesus. Og fengu þau sem sagt þau bara þennan peninga? Já, seldan. Franska ríkið hefur ekkert komið bara eitthvað nýja við eigum þetta? Nei, þetta er on their property. Jesus maður. Ég ætla að fara að móka upp garðin heima hjá mér þegar ég kem heima finnur öll bara eitthvað jarðsprengjur og eitthvað bandarski herinn sem bjóð Já, með svona bíp, 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 bíp. Já, með málmleitatæki. Já, akkurat. Herru, hvað með skópluna? Búm. Já, nákvæmlega. Það er eitthvað hart hérna undir. Búm. Það er geðveikt. Ég sem sagt gatnir í kanínuhólum Forrest Fenn, sástu hann? Forrest Fenn? Já. Nei, þetta var sem sagt amerískur flugmaður og fornmæljarsali og eitthvað svona ævintýragaur fæddur 1930 var meðal þessi flugherðum í Vietnam og var sem sagt, maður var síðan moldríkur á því að selja alls konar list og fornminjar og svoleiðis í Nýju Mexíkó og svo þegar hann var orðinn gamall þá fekk hann hugmynda svona smá ævintýri. Árið 2010 þá sagðist hann hafa falið gull og geimsteina í fjöllunum í Rocky Mountains sem sagt í Bandaríkjunum og í kistun átt að vera mismunandi sögur að því en milli 350.000 til $2 milljón virði af gulli, myntum, dýrmætum steinum og fornminjum og allt í lítilli bronskistu sem hann sagðist að var grafið að falið á fallegum stað í náttúrinni sem sagt, og svo sem sagt bjó hann til leiðbenningar já, hann gaf sem sagt út ljóð sem áttu því sem sagt að leiða þig að fjársjónum. Já. Og sem sagt í bók sem hét The Thrill of the Chase ljóðið er í raun bara eins og svona kóðadæmi fullt af táknum, orðaleikjum, tilvísunum í náttúruna og eitthvað svoleiðis byrjaði sem sagt begin it where warm waters halt and take it in the canyon down og svo eitthvað svoleiðis hélt ljóðið áfram og þetta var sem sagt alveg eðlilega bara obsession hjá fullt af fólki sem ætlaði að finna þetta
Fann þetta einhver? Herðu, já, hann fannst eftir að sko að minnstakosti 5 dóu við að leita af fjársjóðunum. Svo hann morðingi? Og svona óbeint. Er það ekki? Myndi maður ekki halda það? Ég minna, þú veist, ég veit ekki nákvæmlega hvernig all hljóðið var en hérna, þú veist, ef hann segir bara Jump off a cliff. Já, nákvæmlega. Then you will find heaven. Ef hann segir, já, akkurat. The treasure was friendship all along. I'll fucking kill you. Nei, hérna, já, fullt af fólki var gripið fyrir að brjóta lög, gangin á einkaeignir og valda skemmdum. Og hérna og fjölmiðlarnir voru að gagnrýna hann fyrir að hvetja til hættulegra hegðunar og eitthvað en 5 dóu. Já, nákvæmlega. Smá gagnrýni. Akkurat. En já, 10 árum seinna, árið 2020 tilkynnti Fenn að fjársjóðurinn hefði fundist og það var maður að nafni Jack Stueth sem var læknanemi frá Michigan sagðist að það fundið hann í Wyoming. Já, hann hélt staðsetningunni leyndri en já. En já, þetta sem sagt real life treasure story. Nice. Sem einhver ríkur gamall kall og hvað búa til einhverja sögu. Ég hugsaði að vera með já, ég er það ríkur, ég ætla aðeins að bara fela fjársjóði Já, nákvæmlega. Og bara búa til eitthvað svona ævintýri fyrir fólk. Ef ég væri svona ríkur þá myndi ég örugglega gera þetta. Já, potið. Í Íslandi. Okkur ekki. Já, ég var nokkur milljónir þetta er eins og 200 krónur fyrir mig sko. Akkurat, nákvæmlega. Það myndi allan tíma, ég væri bara legend. Klárlega, sko. Það er úlingur í Fraklandi og þetta var líka 2018. Ok. Það var úlingur þetta er í Norður Fraklandi. Já. Hann fann 24 karakta gullstangir grafnar í sandinum. Veistu hvað hann var að gera? Hvað? Sandkastala. What? Og fann þetta bara. Og þetta eru andverði 50.000 evra. Wow, maður. 50.000. Jesus Christ. Bara búið að leika sér í sandkastala og finna 2 gullstangir. Já. Shit. Ég væri bara, nei, þetta er ekki fyrir börn. Tjitching. Pappi á þetta núna. Já, akkurat. Vá, maður. Bara, ég væri svo til í þetta. Og þetta er reyndar á talandi ströndina. Það var maður sem var að labba á ströndinni og finnur svona skrítin stein. Ok. Fannst þetta vera svona skrítin stein. Og hann tekur hann upp og þetta er svona risastór hvalaæla. Já. Og hvalaælur eru það verðmætar. Já. Ég held að það var $1 million eða eitthvað. Jesus Christ. Og sem hann seldi. Já. Já, þetta er notað í ylvatn. Þetta er notað í ylvatn. Já. Vá, maður. Ég var bara svo ef þið sjáu skrítna steina. Já. Gæti verið fyrsta peninga þar, sko. Já, þetta er bara smá, bara, ég veit ekki, þetta var 1 kíló eða eitthvað. Já. Eða, veistu, eitthvað svona, ekki það stór stein. Nei, þetta er ekki tonn eitthvað. Nei. Ælupesti á hvalnum. Oj, maður. Þegar ég var í veistu, að verka hvalina, þá var ég alveg, er ekki einhver svona æla eitthvað í maganum strákar. Let's get rich. Akkurat. Nei, nákvæmlega. Þau eru að æla sig. Þetta er eitthvað, ég veit ekki hvað. Já, ég geti bara farið í hvalaskoðun og sett bara puttan hún í kokið á kaulunum. Það kemur upp svona, henda steini Akkurat. Allir út. Oj, maður, herðu hérna The Lost Dutchman's Gold Mine í Arizona. Lost Dutchman. Og þetta er ein frægasta góðsögn bandaríska gullleitar sögu. Það er sem sagt maður að nafni Jacob Waltz sem var þýskur innflytjandi. Hann átti að hafa fundið gullnámu í Superstition Mountains einhvern veginn á 18. öld
en dó sem sagt áður en hann gat sagt hvað hann væri og það var tugir manna dáið eða horfið við að leita námanar Og hann fann hana það sagt að hann hafi fundið það sko en sagði aldrei neinum hvar hún var að hann dó og já, það er með 2 dæmi af mönnum sem að dói sem sagt við að leita af henni, það var Adolf Ruth 1931 og hann fannst einhvers staðar seinna með byssukúlu í hausnum I wonder why já, nákvæmlega, James Cravey 1947 fannst hálf nakin hálf steiktur á sólinni og eitthvað en gone crazy já, nákvæmlega sko en já, hún hefur aldrei fundist og já þetta ég var í svo til í að finna eitthvað svona veist, já það var bóndi í Englandi sem fann Hogsney gullsjóðin 1992 okay. og þetta hann fann yfir 15.000 rómverska gull- og silfurpeninga bronspeninga og skartgripi og hann bað vin sinn svona leitatæki og hjálpa sér að finna svona til að hjálpa sér að finna hamar sem hann misti, sem hann týndi já, ok og hann hefði mist hann einhvers þar en þeir fundu gullsjóðin í staðinn ekki hamarinn? Nei fokk hamarinn leiður að finna ég hef efna á köpum nýjan hamar núna sjóðurinn var metinn á $4 milljónir Jesus og í British Museum núna Museum? Já ef við finnum svona gull hann í Englandi eða eitthvað þá munu þeir kaupan sko ég held að þessi er rosalega flókið það er eins og þú sagðir áðan þú veist, ef þetta væri á þínu landi eða þú veist já, ég veit ekki, ef þú fer að grafa í kringum Stonehenge og finnur eitthvað skilur þá er það ekki þitt þú veist, þannig að og já, og ef þetta er á þínu landi og þú teknilega síðan átt þetta þá myndir breskarsafnið kannski kaupa þetta að þeir en þeir geta ekki bara tekið það þeir held ég en mér finnandi eftir lögum og hvað þetta er og annað skilur ég meina þú veist, örgulega fundist fullt á svona nazi-gold til dæmis út allt sko já. Og þú mátt ekki eiga það nei, þú veist, það er náttúrulega bara gull sem að tekið af gyðingum og brætt niður og eitthvað svoleiðis skilur ég meina, þú veist, hver á það í rauninni flókið dæmi já en þú veist, maður veit það, ég veit ekki þetta er flókið dæmi, þú erum mismunandi eftir lögum í hverju landi fyrir sig og eitthvað svona sko, maður veit það ekki við erum eiginlega að tjekka á sig og nei, við nefnum ekki nei tjekka á sig Íslandi ég bara leið að ég sagði það og bara, nei, ég er ekki bara að tjekka á því nei fuck that worthless, já en Atocha fjársjórin Atocha 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 I touch my tralala já Atocha fjársjórin, þetta var í Flórida það var sem sagt fjársjórin Nuestra Señora de Atocha Babidi Boobi þetta var sem sagt spænst skip sem sökk 1622 kafbátar og fjársjóðsleitamenn og eittum mörgum áratugum í að leita þessu svo var kafbátamaður Mel Fisher sem fann loksins fjársjóðin 1985 en það var eftir að sonur hans og 2 aðrir kafarar drukknuðu árið 1975 við að leita þessu en þessi Fisher, hann hélt áfram og fann gullið og verði $450 million wow en sonur hans dó, skilur við, að leita þessu smá downer en þú veist en hann fann gullið money is money money is money það er í lögreglan í LA hún fann fjársjóð ok hjá P. Diddy já, akkurat so many dildos oh, so much lube
True story Já, sko. akkurat Nei, það hérna hann var maður í ég er ekki með þetta skráð en hann var maður í Philips segjum eða eitthvað, ég man ekki hvað það var hann sem sagt var að labba einmitt á ströndinni líka og finnur sko risastóran stein og fallegan stein þetta held að þetta hafi verið einhver 15 kíló eða eitthvað Er það risastór stein? Já, hann var svona, cirka 50 cm stór. Ég sem risastóran stein, þá hugsa ég bara að stærfi bíl eða eitthvað sko. Já, sem þú getur haldið á. Ok. Það var 15-20 kíló. Ok. Herðu, hann tekur hann, fannst hann svo fallegur, sett hann undir rúmi hjá sér. Ok. Og var bara með hann þar í 20 og eitthvað ár. Já. Bara glind honum eitthvað. Já. Það var þetta stæðsta perla sem hefur fundist í heiminum. Ok. Seldist á okkur $250 million. Jesus Christ. Bara, hann alveg bara komin að eftirlun bara, okkur fann ég þetta ekki fyrir. Bara tjekkaði á þessu maður. Vá maður, pældi skelinni sem þetta hefur komið úr maður. Monster. Monster sko. Já. Bara stæðsta perla sem hefur fundist. Vá maður. Í heiminum, núna er þetta til sínis einhvers staðar þarna. Já, það minnum á, maður heyri stundum sögur af einhverju fólki sem að, þú veist, já, amma mín notaði þetta hérna sem hurðastoppara síðustu í 50 ár og, og þú veist, já, og svo er þetta mitt eitthvað priceless artifact og, þú veist, fólk nota eitthvað sem paperweight og eitthvað svona bara. Það var kona einhvers staðar þarna með skilti sem var búin að krota aftan á. Það veist, svona bara menu. Já. Og búin að festa svona krítartöflu á málverk. Já. Og hafði það sem bara menu. Ok. Og þá var þetta eitthvað tínt málverk eftir Picasso eða eitthvað. Já, einmitt. Sem seldist einhverja $30 million. Bara búin að vera þetta. Þetta er eitthvað geggja sko. Það er rosalegt maður. Okkur getum við ekki fundið eitthvað svona? Já. Er eitthvað svona priceless hérna á Íslandi? Já, þú veist, við náttúrulega, það er búið að vera byggð hérna í 2000 ár, sko, þannig að, þú veist, það er náttúrulega alveg örugglega eitthvað, en við náttúrulega vorum bara fátæki bændur og aumingjar, skilur þangað til fyrir 50 árum síðan, sko, þannig að bara... Ef ég myndi finna sverð, svona vikingasverð, bara, wow. Já, það fyrir í hversu góð ástandi það er líka. Sem að það bara geðveiku ástandi. Já. Jú, minna potið, þú farið á þjóðminjasafnið, þú séð minjarnar þar. Eru þau verið, come on, látt okkur fá þetta bara. Já, potið. Er það ekki? Aftur, þetta í hvar þú finnur það, skilur. Já, ef þetta er út í garðinum hjá... Hæpið að þetta sé á lóðinniðinni, sko. Já, það er hæpið, sko. Já, Garðabæjar vikingarnir. Það voru vikingar af. Já, reyndar. Hjá leikskólanum í... bæjaból, allavega hjá kirkjunni allavega, þá ég gleymi það aldrei þegar ég var í yngri áður en að gamla fólki fekk hann á húsin sín þá var brunnur þar ég var bara, það er brunnur hérna okkur er brunnur einhvers staðar út í móa skildi þetta ekki og síðan þegar þau voru að byggja þá var alveg bara, fundust leifar hérna húsum já, alveg rétt þess vegna er eitthvað tónlistaskólinn sem að söngskólinn eða eitthvað, það er eitthvað vikingadæmi þar í kring, já alveg rétt akkurat þar þeir tóku brunnin burt sem var bara telltale sign að það var einhver aðna en bastards það voru hjón sem fyndu 15.000 teiknimyndablöð 2011 15.000 ok þetta er í Bandaríkjunum þeir fundu hérna fyrstu útgáfan af Action Comics #1 Superman já það er veist, þetta er einmitt eftir sóttansta blað ever einmitt þau voru að rífa eitt vekk heima á sér þá var einhver búin að stessa 15.000 blöðum Jesus ég veist maður ekki að taktum veistu okkur þetta
leggja þau inn í vegginn Nota þetta sem einangrun eða eitthvað svoleiðis bara öruglega, bara þetta er worthless Já, og blaðið var falið á bakvið einangrun í áratugi og seldist yfir $175,000 þetta eina bara þetta Já. síðan fyrir utan alltaf öll hinn sem eru einmitt Örugglega eitthvað svolítið líka já. Jesus Christ Ég væri bara yes Já, en líka bara, okkur vantar þeir eru að fara þetta í Bíkó kaupa hérna einangrun nei, krakkin akkurat notum gömlu blöðið mér bara Mitt, bara kostaði bara 10 cent Bara notum það bara fucking idiots maður Shit maður Var ekki Nicolas Cage, hann átti svona eintak, var það ekki stólið í einhverju partíi hjá honum eða eitthvað mér minnir það Minnir ég að heyrt það eitthvað líka Hann er náttúrulega giant nörd sko já, Svona comic nörd sko ég reyndar ég er mikið Já, líka, sko, já, heitir ekki sonur hans Kal-El? jú, var það ekki jú Jú við máttum ekki skýra strákinu okkar Kal-El svo við skýrðum að Karel Já, næsti bær við já og dóttir okkar heitir Kara Já, Supergirl akkurat við erum mjög Já, mikið reyndar Ég man að Daði, áður en að strákurinn minn fættist þá sendi hann á mig að ég mætti skýra barnið mitt Lars Ulrik en ég fekk það ekki í gegn nei, hjá mömmunni sem sagt what? Lars Ulrik Davíðsson Lars Ulrik Davíðsson það var geðvikt Já þið er alveg Jókulega Anyway Múna Já Oak Island það er í Nova Scotia í Kanada Oak Island Oak Island þetta er víst mjög fræg saga sem er enn í gangi og var eitthvað svona raunveruleika þáttur sem að gera þetta og allt saman en frá 1795 hafa menn leitað að dularfullum fjársjóði í hólu sem kallast Money Pit góðsagnin segir að 7 manns þurfi að deyja áður en fjársjóðurinn finnst og hingað til hafa 6 manns látist við að grafa, sprengja eða falla í göng síðasta fórnarlambið var árið 1965 þegar 3 menn drukkna í hólunum vegna gasleka þannig að þú tróður sögunni þá var bara einn eftir Eigum við báður að fara og Já, það er eitt snýr tilbaka Nennir að forna þér Já, akkurat It will appear Nákvæmlega Var ekki á Íslandi það er talið að sé fjársjóður undir Skógafossi þegar ekki í Skógafossinum eða var það ekki einhverjum öðrum fossi eða Þetta ekki allan að mér var sagt að það var Skógafossi að það var gullkista þar ofan í Já í miðinni, þú myndi aldrei ná því Nei, þú bara drukknar og þú ferð Já, var ekki líka eitthvað fjall sem að átti að vera fjársjóður á toppnum Jú, rétt hjá Laugavegi Nei, Laugavatni Já. Þá er ofan á fjallinu alveg eins og þetta sé svona kassi ofan á Já. og ef þú segir rétta þulu þá mun það opnast og fjársjóðurinn kemur Getum við ekki bara borað þetta? Nákvæmlega, dínamít Blow that shit up Já, nákvæmlega Nei, það er ekki Nei, I was wrong Það er fjölskyldi Flórida sem fann gull við ströndina það er svo mikið strönd sko. Já það er bara mér langar að fara á ströndin einhvers Greinilega og vera með svona bíp 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 Já, málmyndatæki Já, bípara það er svona Já Sýnbóða Já Þú eru allir undir 30 bara sín, hvað, ha? Já, hvað er að tala um sko. Þetta er hérna í Flórida þau fundu gullmyndir og andverði $1 million úr spænsku skipbroti frá 1715 Jesus. Þeir voru einmitt með málmleitatæki Já. Þau fundu sjóðin í nákvæmlega 300 ára afmæli skipbrotsins nákvæmlega á þeim degi Wow.
magna. Það merkilegt. Bara, veist, okkur erum við ekki í þessum brasa. Já. Fá, veist, tala við Trump, Trump, Elon Musk á X, bara, nefnir ekki aðeins hérna. Plugga okkur aðeins. Þú var svo mikið penning. Akkurat. Þú ert ekki að eyðanum í neitt. Ekki gáðalegt allavega. Nei, ekki. Ykkur Cybertruck sem bara... Já, ykkur á frjósemisaðgerðir og eitthvað kannski. Það fjölga sér. Cybertruck bara, veist. Svo ljótu. Nei, þetta líka bara... Þetta coffin, þú ert í coffin. Já. Ef þú líður yfir þig, segjum það. Já. Og klessir hann og byrja að kveikna í honum. Getur enginn brotist inn. Nei. Og getur enginn opna hurðina. Það verður opnað hann innanfrá. Já. Dó maður daginn svona. Akkurat. Já. Ekki alveg úthugsað. Nei. Herru, the San Miguel shipwreck. San Miguel? Já, þetta var bara í kringum aldamótin 2000. San Miguel, það ekki bjór? Jú, og staður og skip greinilega. Og örgulega persóna. Ábyggilega. Já, ég held það. Já. Geti alveg verið. Já, geti verið. Já, það var sem sagt hópur fjársjóðsleitarmanna sem var að leita að 17. aldar spænskum skipum við strönd Kúbu. Já. Og einn kafarinn Teddy Tucker sem er killer name, Teddy Tucker. Teddy Tucker, maður. Já, akkurat. Mér finnst þetta geðveikt nafn. Teddy Tucker. Teddy Tucker, TT. Já, hann sem sagt fann hérna nokkra greipi en fleiri kafarar drukknuðu eða hurfu í öldugangi og brimi á leiðinni og sumir sögðu þess að þetta svona urban legend hafði í kringum þetta að sjórinn hefði tekið og aftur sem reyndu að stela gullinu eitthvað. Þannig að ég er ekki með hversu mikið það var virði. Hvað er drukkna? Hjálp, it's worth it for me. Nákvæmlega. Sem er á skipinu. Sorry, not sorry. Ég skal hérna minnast á þig. Who was that? Find out who that was. Oj, bara. Herru, talandi Terry. Já. Ég er með Terry Herbert. Ok. Herberts. Já, Terry. Já. Þessi Terry er maður. Já. Hann Nei, hvað sagði þú? Teddy Tucker. Já. Og hvað sagði skipið hétt? San Miguel. Já, ok. Og það ég var alltaf bara, what? Erstu það sama? Nei, þá var þetta hérna Stafford what? Maður sjá bear with me here Staffordshire Guldsjóðurinn. Ok. Þetta er í Englandi. Já. Í Staffordshire. Staffordshire. Já. Er það ekki Staffordshire? Staffordshire. Já, Staffordshire, sorry. Já, sem þetta. Mattar svona kemur inn alveg, afsakið biðina Birgir er að lesa. Já, okkur, það sem hann skrifaði sjálfur. það sem hann skrifaði sjálfur 5 mínútur og síðan lesið það vitlaust. Fuck my life. Hann fann yfir 3500 gull og silfurpeninga og andvirði sko miljóna. Já. Hvar var þetta sérum? Nei, ég er að tjóka. Staffordshire sem hérna hobbitar eru. Já, akkurat. The Shire. Shire? Já, Shire. Yes, Shire. Þeir voru með málmleita tæki í Akri hjá bónda. Þetta eru stærsti ef veist What? Stærsti engla-exarski guldsjóður sem hefur fundist. Engilsaxnexti. Já. Engilsaxnext. Það er engin furða, ég get ekki lesið þetta. Þetta er enda mjög astanlegt orð. Vá. Anglo-Saxon. Engilsaxneski. Vá. Já, þetta er rosalegt orðmaður. Shit, I'm a big boy. Já. Ég er stóri stróki náðu þessu. Já, fleiri en 3 atkvæði orðmaður. Geggjað hjá þér. Atkvæði? Ég var ekki að kjósa. Nei, ég er að tjóka. Ég bara þarf ég að fara að útskýra atkvæði fyrir þig. Sjá svipin á þér. Þú
dóstaði innan. Wow, þú dóstaði Ég var alveg innan. tilbúin bara Birgir 2 atkvæði Klappa Ég er ekki að kjósa. Já, ok Og hvað, ef það væri myndavél á þér, þetta hefði verið, þú varst bara augun opnuðust bara, hvað er það að gera? Það mun mér sífellt og óvart sko. Minnst alltaf, veist, ég get alveg, ég má alveg stríða, Já, það er alveg í lagi, sko. já, já Nei, ég með eitt í viðbót. Já, ég er bara klár sko, það er búinn Ó, þú er búin að klára. Já, búinn að klára Njam. Oh my god. Fólk sem er að hlusta á maður bara, wow. Herri, þetta eru hjón í Kaliforníu. Ok Fundu hérna gullsjóðin Saddle Ridge. Gullsjóðin Ok Saddle Ridge. Herri, þetta er í Nevada, í Kaliforníu. Já, Þau fundu yfir 1400 gullpeninga krafna í ryðgum dósum metnar upp á $10 milljónir. Jesus maður Þau voru úti að ganga með hundin afsaki hundi sinn þegar þau sáu ryðguðu dósirnar. Var þetta Golden Retriever? Það verður að vera Golden Retriever Við skulum hafa þetta, þau voru út að ganga Já. með Golden Retriever Ok og findu ryðguðu dósirnar sem stungust upp úr moldinni. Myndirnar voru frá 19. öld og nánast í fullkomnu ástandi. Jesus 10 milljónir. Þess að það er að segja að hundar eru mikið betri en kettir Þeir eru bara useless Nei, ekki láta Ef þau hefðu átt kött, þá hefðu aldrei fundið þetta Við getum farið út við kattarfólkið. Fara út að labba með köttin Ég er að reyna að þjálfa köttin minn í það. Já Ég er þetta ekki sagt mikið, ég átti Óla og kanínuna mína sem ég átti Hvað varð hana? Hún dó Svo setti ég hana í fristinn af því að ég ætlaði að fara að jarða hana í sögumbústaðan okkar Og gerður þau síðan súpu? Nei, reyndar ekki Já, Ég gaf þér feld já, akkurat Svona earmuffs. Og hvað þetta er mjúkt. Made it myself. Nákvæmlega Ó, elsku Lucy, hún var reyndisleg Hún var alltaf kúka út allt maður. Já Reyndar Og búin að gleyma á eftir kaninu. Já Og áttur band og fórst út með Já. hana. Það með hann sett hann í beisli og Það er verra heldur en að vera með kött í. Já, ég veit það En ég er náttúrulega, mér langaði í teacup pig. Já, Mér langaði í svona pinkur ítisvín. já Og Það er svo cute það var einhver að gefa svona veist, maður átti að kaupa og veist, á Facebook eða eitthvað og ég sendi á Þórunni bara ég verð að fá þetta. Já Þórun bara glætan. Ég er ekki frá að fá annað svínun á heimili Ég sagði já. Já. Ég sammála Já og bent á hana. Akkurat, já, ég myndi það líka Nei, En það hefur ég verið svoleiðis þegar kötturinn minn er dáinn þá ætla ég að fá mig teacup pig. Þá var ég svona gamli kallinn með lilla svíni mitt út í búð. Já Geðveikt. Það var ekki aðveikt Leðurjakka. Já, einmitt Geð. Kaupa bacon Já. Kótinettur og eitthvað Já, ég held að ég myndi gera það. Já En það var eitthvað svín sem var mjög vinsælt á Instagram. Babe Nei. Var það ekki svín? Jú, það er kvikmynd. Já En þetta er alveg svín. Þá Já var kona sem keypti svona teacup pig en varð að alvöru svíni. Já, ok Það var bara risastórt heima með þeim. Bara 300 kíló hog bara Og risastórt. Shit Síðan var það bacon. Já Og kótilettur Herri, á þessum nótum. Já Meat is murder. Meat is bara tasty murder Such a tasty murder. Oh my god.
Við sjáum sér Já, takk í dag Bye Bye